rekstur vikunnar að hefjast sem hið árlega ávarp skattstjórans í Reykjavík. En á undan hafa ætlum við aðeins að sjá hérna smá kynningu á enn einni stöðinni enn. En eins og kunnugt þá heiti ég Magnús Skarphéðinsson og skólastjóri Draugaskólans. Og ég einnig formaður Geimveruvinafélagsins og það var einmitt þess vegna sem ég var fenginn hérna til að kíkja á þessa guðlausu geimverugrínuna sem hér að hefja útsendingu bráðum. Því það voru sagðir eitthvað undarlegir hlutir hér á ferðinni að því að mér var tjáð. Hvað að gerast hérna? Þetta enn stöðin laugardaginn 19. apríl. Fréttaþulur í kvöld eru allir í farbanni og því engin von til þess að við losnum við þá í bráð. Gott kvöld. Eldri borgarar hafa nú hótað að grípa til sinna ráða, verði ekki orðið við kröfum þeirra bætt kjör. Hvað það sem öldungarnir ætla að taka til bragðs, Sigurður? Jú, Pétur, eftir því sem næst verður komist ætlar gamla fólkið að hægja á öllu samfélaginu með því einfaldlega að framkvæma alla hluti á sínum hraða. Þannig að eftir að myndast firnalanga bifreiðar í bönkum og verslunum þegar eldri borgarar reka viðskipti sín þar. Nú gamla fólki ætlar einnig að fara á skattstofuna og fara fram á mjög nákvæmar skýringar á skattamálum sínum og lama þannig alla starfsemi stofnunarinnar, þar sem ekki eru líkur á að tækist að útskýra þau mál í stuttu máli. Ófeigur hefur enda farið ofan í saumana á þessu máli, ekki satt Ófeigur? Já, þetta ekki að spá... Búið að handtaka þig? Já, það verður Nó, kona þín? Já. Já, og finnið ekki leiknana? Já, við getum þó ekkert gert í því í bili. En, lítum á þetta. Yes. Heyrðu, ég var að fá hérna reikning frá okkur hérna. Já, heyrðu, einmitt. Gjaldkerinn er á fyrstu hæðinni, myndir bara snúaði þangað. En ég ætla ekki að borga þennan reikning. Nú, hver er það að borga? Þetta er reikningur fyrir flutning á okkur vörur til landslingar. Ég fekk aldrei þessar vörur. Og hvernig stendur á því? Þar vorum borðið í Vikartindi. Já, hann er kominn til landsins. Hann fyrir löngu síðan. Já, en Gjaldkerinn er á fyrstu hæðinni. Heyrðu, ég fekk aldrei þessar vörur. Sko, ertu ekki búinn að borga björgunarlaunin? Björn? Sko, gámnum mínu var ekkert bjargað. Nú, hvað var í honum? Það voru svona svamptertubotnar. Svamptertubotnar? Já. Nei, þeir eru komin til landsins. Já, þeir eru þarna. Liggja ennþá í fjörunni. Viltu kannski sækja þau sjálfur austur? Sækja á sjálfur? Já. Sko, ef þú vilt fara og tína þau upp sjálfur, þá getum við losnað við hvað tollinum. Ef þú vilt sjá pappírsönnuna sjálfur, þá getum við losnað örugglega við heilmikið af þessum björgunarlaunum. Í alveg talað, ég meina, þú verður hægt að borga fraktina, sko. Fraktin verður að borga. Það meina ég þurfa að borga þó að skipi strandi og vörurnar fari í sjóinn? Sko, sjá til, sko. Við tökum að okkur að flytja vörurnar til landsins. Og það stendur hvergi í samningnum í hvaða ástandi þær eru þá, sko. Þó það fljóti síðasta spölinn, sko, til landsins, þá höfum við samt sem áður staðið við okkar hluta af þessum skuldbindingum. Þetta er út í hött. Sko, þínir kökubotnar, svamptertu kökubotnar eru komnir á íslenska grunn, það er engum blöðum það að fletta. Og ef þú ert eitthvað ósáttur, þá verður bara að tala við eiganda skipsins. Og hver er það? Það er Jóakim Aðalönd og býr í Andabæ. Þetta er teiknimynda? Já, sko, við berum enga ábyrgð á því. Viltu bara, sko, gjaldkirkjan á fyrstu hæðinni, viltu snúa þangað? Og hver er það, Bánsímon eða hvað? Nei, það er hún, litla Hammejan. Undanfarið hafa landsmenn rétt einu sinni rétt bástuddum hjálparhönd því nú fer fram fatasöfnun á vegum hjálparstofnana víða land. Sigtryggur brá sér á vettvang, ekki satt, Sigtryggur? Já, þakka þér fyrir Pétur og fólk streymir hér að í fatasöfnununa og við náðum hér talið af einum gefanda. Fyrir ekki, þú ert að gefa föt í söfnununa? Já, með mikilli gleði. Við Íslendingar erum yfirleitt mjög fljót að bregðast við þegar svona ástand kemur upp. Og þegar fjölskylda mín fór að athuga málið, þá kom í ljós að við ættum ókjörn öll af fötum sem við sko bara ekkert að gera við. Þannig ég gef með mikilli gleði. Já. Þetta ekki að koma. Jú, eska mín, hvað er? Krökkur mér orðið svo kallt. Nú, já, ég skal... Þetta orðið veik. Já, við skulum drífa okkur inn. Ég ætla að halda fötunum. Ég ætla að fara úr blússunni nefnilega. Já, það er sko ekki að spyrja gjafmildi Íslendinga. En lítum næst á þetta. Áður fyrr, þá rændi ég alltaf stórmarkaðina að því ég held að vera auðveldara. Svo fór ég að pæla. Nú ræni ég bara 10-11 og snöggur að því.
10-11 þegar mér hendar. Hei, hvað er að gera? Það þarf alveg að berja hann 10-11 sinnum. Nú er að ljúka smíði á þrælagalliðunni Ísland, en hún er nákvæm eftirlíking af þrælagalliðum sem tíðkuðust og eftir Krists-burð. Siglingamálastofnun lét reyndar stöðva smíði galliðunar tíma og krafðist þess að hver ræðari borð í galliðunni hefði sér salernisaðstöðu og nú hefur verið orðið við þessari kröfu eins og sést á þessari teikningu. Í yfirlýsingu frá Siglingamálastofnun kemur fram að salernisleysi sé eitt stærsta vandamál í öryggismálum sjómanna og bendir á að undanfarið hafi hvert skipið á fætur öðru farist vegna þess að menn komast ekki á klósettið. Nú og þar með er búið Hver leyfði þér að flytja þessa frétt? Hvað frétt? Siglingamálastofnun, veistu ekki að það er bannað? Bara með hana hérna í höndunum. Lilli minn, hendum honum sjóinn. Hei, hvað er það? Hjálp! Hjálp! Hei! Góðan dag. Nei, góðan dag. Ég hérna með föt sem ég ætlaði að gefa í söfnunina. Já, það var fallega hugsað. Já, blessaðu verður maður liggur náttúrulega með fullt af fatnaði sem maður ekkert við að gera. Jú, það er alveg rétt. Þetta vil svona leggjast til á heimilum. Já, ég ætlum að setja með barnaföt, sko. Ég get ekkert nota lengur, sko. Það er enginn við að nýta þetta. Þetta er allt og lítið á stelpuna, sko. Já. Hún er orðin vaksin upp úr þessu. Ég sem væri komin svona frekar í þessa hérna stærð, sko. Já, jú. Þetta myndi trúlega bara passa á hana. Heyrðu, ég skipti það bara við þig á sléttu á þessu hérna. Þetta myndi nú hvað sem kostað trúlega svipað út úr búk. Og svo er ég hérna með á konunni líka, sko. Þetta bara, hún getur ekkert notað þetta, hún á ekkert við þetta, sko, en passar ekki við þetta sem hún á. Ég sé hérna blússu, þetta myndi nú trúlega fara ágætlega við brúna pilsið þannig að Sko, fyrirgefðu. Já, nei, það skiptir ekki, ég er alveg sjálfsagt að losa ykkur við eitthvað þessu. Þið eru alveg hérna að drukkna í fötum, sé ég. Þannig að það er alltaf mikið mál fyrir ykkur að vera pakka þessu öll og flokka þetta og svona. Svo er ég með skó hérna, þetta er náttúrulega algjörlega ónotað, þetta er gatslitið og svona. Já, hérna sé ég nú par sem að myndir nú trúlega henta mér ágætlega. Heyrðu, ég fæ hérna poka hjá þér. Blessaður eftir, ég er með alveg fullan sekka fötum hérna, við getum gert heilmikið viðskipti, sé ég. Já, nei, blessaður eftir, þetta er alveg nóg fyrir mig, sko. Það er kannski spurning þetta vesti hérna, ég myndi ekki alveg byggja það. Heyrðu, þetta tólir þetta almennan þvott og svona. Jú. Heyrðu, þú heldur úlpunni? Já. Já, blessað, maður er bara gaman að hjálpa. Góða bæði. Í kjölfarið á vaxandi umræðu löglegt og ólöglegt efni fjölmiðla hefur rétt einu sinni blossað upp umræðan barnaefni og þau áhrif sem það kann að hafa á blessuð börnin okkar. Sigurður ræðir nú við Berg Hvannberg, formann nefndar sem á að endurskoða allt efni sem sérstaklega er ætlað börnum. Jú, vissulega. Mikið af því barnaefni sem haldið hefur verið að íslenskum börnum er löngorðið úrelt ef ekki, beinlínis bara ólöglegt. Þannig að það var löngu komið tími til að endurskoða það og færa það í nútímalegra horf. Hvað áttu við með því? Já, tökum sem dæmi til dæmis Kvæðum að Sigga. Það er mjög hæpið eins og málin hafa þróast. Þú manst eftir því, það var svona: Siggi var úti með ærnar í haga. Sko, nú hefur Evrópusambandið gert mjög alvarlega athugasemd við vinnuþrælkun barna á Íslandi. Þannig að við verðum að breyta þessu lagi og kvæði samkvæmt Evrópustaðli. Þannig að þá hljómar þetta svona: Siggi var inni í aftakarhreti, alltaf við tölvuna, spenntur hann satt. Í ábeldisleikjum eðinn á neti, opnaði klámrásir þegar hann gat. Bíp, 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 segir tölvan hans Sigga. Bíp, 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 segir tölvan hans Sigga. Hann var að klæmast við vin sinn hann Bigga og aumingja tölvan hún hreinlega fraus. Það er einmitt það, já. Við hugum kannski betur að þessu máli síðar. En einn stöðin vill ekki vera eftirbátur annara fjölmiðla og fylgist því grannt með uppgangi Everest-farana okkar. Erlendur Sigtryggsson, fréttamaður okkar, prílar á hælafjallagarpana og tekur nú við úr hlíðum Everest. Stattu þig nú, Elli minn. Halló! Fyrirgefi! Lilli, kipta hans í el. Fyrirgefi, má ég eiga smá viðtal við ykkur? Já, prófaðu bara. Mér langar að spyrja hvernig gengur? Það gengur ekki alveg nógu vel, sko. Nei. Við erum nú komað neðan á grunnbúðum. Já. Við erum að fara upp í 4. búðir. Já. Förum síðan niður í 3. búðir. Já. Og endum svo í kvöld niður í aðalbúðum. Já. Hvernig stendur á þessu? Já, við höfum farið einu sinni áður upp í 4. búðir en það var bara á laugadegi þannig að það voru allar búðir lokaðar. Já. Og í 3. búðum
það ekkert nema minjagripaverslun þar og við gátum nú keypt svolítið svona draslu dóti til að fara með heim. En sko þegar við fórum að bera okkur saman, þá kemur það í ljós að verðið ódýrast, það er lægst í grunnbúðunum. Þannig að við erum að skreppa bara niður og fara í Marks og Spencer og Hennes og Moritz og það. Og merkjavaran miklu ódýrari þar sko, við erum að komast að því sko. Þetta lítur að tefja föran upp á toppinn. Já, alveg tvímælalaust sko. Þetta er bara alltaf sama saga sko, þegar Íslendingar að þvælast erlendis. Þá endar þetta bara alltaf í ykkur helvítis búðarrápi sko. Einmitt. Já, ég var að drjóða okkur. Nú stendur yfir mikil málingavinna á skrifstofu ríkissaksóknara. Þær raddir hafa heyrst að saksóknari sjálfur sé ekki alls kostar ánægður með nýja litinn á skrifstofunni. Þó ætlar hann að taka þátt í málingavinnunni sjálfur. Ég mun auðvitað ásamt starfsfélögum mínum taka heilshugar þátt í þessum breytingum svo að þeir nái markmiði sínu. En nú þarf að undirbúa svona málingavinnu afar vel, breiða dagblöð á gólfið, þannig ekki sullist á teppinn og... Já, nú stendur sá undirbúningur yfir og ég hlýt að ætla og vona að það verði lögð alveg sérstök áhersla á þann undirbúning. En átt ekki von á því að þú venjist nú nýja litnum með tímanum og verður á endanum sáttur við hann? Ég hlýt að vona það. En nú er það ekki bara barnagælurnar sem við þurfum að breyta. Hvað með sögurnar sem við erum búin að segja börnunum okkar frá ómunatíð? Já, það er nú líka eitt, sko. Það hefur komið á daginn að gömlu ævintýrin eru fulla fordómum sem að við megum ekki láta viðgangast. Það er til dæmis, sko, við erum að vinna breytingum á þeim upp á síðkastið. Til dæmis ævintýrið Hans og Grétu. Það heitir í okkar útgáfu Hans og Grétar. Hans og Grétar? Já, það er hommaútgáfan. Já, við verðum líka að sinna minnihlutahópum. Lítum á dæmi. Grétar, sér þetta kukkús? Gasalega lekkar. Ég nokkuð smábita. Ertu galinn? Veistu hvað marga kaloríur í þessu? Það að verða alveg eins og smjörbóladrengur. Ég næstu því mistu þig. Ef við ekki fara að skokka áfram. Ok. Hvers konar hallæris ævintýri þetta eiginlega? Ég skal sko ná í raskat á þessum drengjum þó síðar verði. Sko, við getum auðvitað tekið líka sem dæmi, sko, Mjallhvít og dvergana 7. Það ævintýri alveg yfirfullt af fordómum og það heitir núna í okkar útgáfu Mjallhvít og vaxtaheftu mennirnir 7. Og svo er það Jói og baunagrassi, það er alveg út í hött. Ég meina, hver trúi því að drengurinn hafi klifrað upp í skýin á einu baunagrassi? Þetta skekkir mjög veruleika tengsl barnanna. Það er, sko, mann fer að gruna að Jói hafi hreinlega verið á einhverju. Eins og kemur þetta fram í okkar útgáfu þessari sögu sem heitir einfaldlega Jói og grasið. Vá, maður, alveg bara baunagras upp í himinn, maður, rísir ég alveg bara klúra maður, stelur gullgæsin alveg, alveg bara sky high dæmi. Sko, það er sem sagt alveg full ástæði til þess að fara varlega þegar barnaefni er haft hönd og koma börnunum í skilningum að margt af því sem að borður á borð fyrir þau er afar hæpið. Ég meina, lítum til dæmis að rauðhettu. Nú nei, amma! Amma! Þetta er kynferðisleg áreitni! Kynferðisleg áreitni? Já! Þú meina það? Já, ég meina það. Hvað hafðir hugsað að gera? Ég ætla að éta þig, amma! Éta mig? Nei, guð hjálp mér ekki að gera það. Hvernig heldur það að fara með kransæðarnar í þér, maður? Þú meina það? Já, hefur aldrei hugsað út í mataræðið? Hefur lesið bókina Skóginn litla? Nei, ég hef reyndar ekki gert það. Þú skal gera það, vinur. Þú var það? Sestu hérna, ég ætla að útbúa gómsætt salat handa þér. Amma! Já, býttu. Amma! Amma! Nei, Rauð, þetta litla, ert þú komin? Nei, ég heiti Þórkatla. Þórkatla? Já. Ert þú ekki Rauð þetta? Nei, ekki lengur. Sko, mannanafnanefndin komst í máli og þeir sögðu að vera ólöglegt nafn. Þannig að nú heiti ég Þórkatla. Jæja, Þórkatla mín. Hvað ertu með gómsætt handina? Ég kom með kökur og vín. Vín? Já. Fuslas, ætlar að fella hana ömmu þína, veistu ekki, ég er óvirkur alki. Svona snáaðu, krakki, snáaðu bara, burt með þig.
Já. Sko, einnig hafa vísindalega rannsóknir leitt í ljós skýringar á ýmsum vandamálum sem að skjóta upp kollinum í ævintýrunum. Þannig að í sumum tilfellum hægt að leysa þau sko, á mjög einfaldan hátt. Þyrnirós, vaknaðu! Þyrnirós! Hei, vá, hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Það var nú spyrjir. Þú er búin að sofa í heila öld. Heila öld? Vá, ég stakk með einhverju sneldu. Já, það eru patentskýringar á öllum hlutum. Já. Ert þú prinsinn? Nei. Þú ert að kissa? Nei, ég er læknir. Já. Og ég er búin að vera að stúdera þetta mál. Já. Ég hef komist að því að þú ert þunglyndi sjúklingur. Þunglyndi sjúklingur? Já, það er skýringin á öllum þessum svefni. Já. Og hérna, nú er bara að skella í sig Prozac og drífa sig í skólan. Já. Þetta er bara ekki hægt, þú ert búin að missa 100 ár úr náminu. Drífðu þig, hérna. Já, svo er það öskubuska. Það nú heldur betur að taka þann boðskap til endurskoðana. Ég veit ég á eftir að klára skúra og svo ég eftir að bóna líka, ég veit að svo ég hæði smá blettur í kjólnum hérna, ég er ekki búin að ná honum úr ennþá. Ég næði honum ábyggla úr bara með hreinsuðu bensíni eða dídísefinu einhverju. Öskubuska! Já, ég veit að ég gleymdi að færa í morgunmat í rúmið en ég bæti það upp setni. Ég veit að ég er ekki búin að ganga frá í eldhúsinu en bráðum kemur prinsinn. Og þá máta ég skóna, þá var ég drottning, eignast börn og buru, gref rætur og muru, smjöri rennur og roði brennur, köttur út í mýri. Öskubuska! Þú verður að reyna að losa þig við þessa öskubusku-kompleksa. Já, þetta er satt. Ég meina, maður fær ekkert að gera fyrir hérna. Mér langar að fá að skúra. Mér finnst gaman að skúra. Ég hef ekki að skúra í 4 ár. Þú verður að fara til sálfræðings. Já. Ég veit það. Þetta er bara ákveðið vandamál hjá mér. Þau stórtíðin durðu nú fyrir skemmstu að haldi maður vegleg nærfattasýning að viðstöddu miklu stórmenni. En það var einn heimsþekkti nærbuxna framleiðandi Jói Boxari sem stóð fyrir sýningunni. Dagfinnur fylgdist að mikill athygli með gangi mála. Yfir til þín, Dagfinnur. Þakka þér fyrir, Sigurður. Jú, hér er uppi fótur og fit. Því að það er ekki á hverjum degi sem annaðins magna frægum nærbuxum berst til landsins. Og hér er hjá mér aðal hönnuður Jóa Boxara, Kristján Ólafsson. Kristján. Þetta er bara doppelteipa á hann. Já, það er aftilega, sérstaklega. Já, góðan dag. Kristján heiti ég Ólafsson. And thank you very much for this underwear show. Kristján, nú hafa margir stór viðburðir orðið hér á landi en kannski aldrei sem nú, eða hvað? Nei, það er rétt. Þetta er alveg típist tækifæri til þess að kynna land og þjóð svo munar. Nú getum við loksins sýnt þessum útlendingum að við erum náttúrulega einhver sveitamenn, the countrymen. No sir. Nú náttúrulega fá þér að sjá að við klæðum okkur eins og heimsborgarar yst sem innst og þar auki erum við náttúrulega alveg rosalegi kroppar. The crops place. Já. Kristján, en nú hefur það auðvitað ekki verið neitt smá mál að setja upp þessa sýningu. No sir. Það má kannski segja að það hefði aldrei verið ekki neitt smá mál sem nú, eða hvað, Kristján? Já, þetta er náttúrulega búin að vera algjör kleppur. En ég var náttúrulega samt sem heppinn að ég náttúrulega fekk all toppmótelin, það má segja þannig að við séum rauninni bara með valinn kroppur í hverjum nærum og líka lærum. Já, einmitt. En Kristján, eigum við ekki að líta á sýninguna? Jú, yes, be my guest. Já, og þarna sem gengur og forsættis ráðherra inn í sérhönnuðum ráðherra nærbuxum. Og þetta eru afar fjölhæfar nærbuxur og það má snúa þeim við og gera þar að svona formans nærbuxum ef svo ber undir. Já, no, don't do it, Abby, don't do it. Það eru auðvitað betra að gera þetta bara í einrúmi. Yes, thank you, very nice. Nú, þarna höfum við síðan bankastjóra nærbuxur og ég hef hannan nokkrar gerðir af þeim og þær eru líka til í 2000 og 5000 kollum og síðan deluxe mótili sem er saumað úr gúmítjekkum. Þær eru náttúrulega algjörlega vasshaldar. Yes, thank you, very nice body. Nú, við erum einnig að setja á markaðinn svokallar Róna nærbuxur en þær eru með ýmsum staðal útbúnaði sem getur komið sér vel þegar áríðandi áfengisneysla er á döfinni. Very heppilegt. Yes, thank you. Nú, og svo eru það sem sagt gagnrýnanda nærbuxur. En eins og sér þá hef ég gefið þeim einar, 20 stjörnum ábyggilega. Yes. Very nice outfit. Yes.
Nú, og hér sjáum við að lokum svokallar dagsbrúnar nærbuxur, en þær eru hannaðar handa þeim sem hafa ekki efni á nærbuxum yfirleitt. Sem sagt, very, very cheap underwear. Kristján, þú gerir þér vonir að þetta verði mikil landkynning. Yes, sir. Það er engin spurning, enda hef ég verið að fylgjast með útlendingu sem eru hérna á sýningun og ég sé ekki betur en að þeir skemmti sér alveg konunglega. The Royal Fun. Eins og fyrir var frá greint hyggja eldri borgarar og róttakar aðgerðir gegn ríkjandi þjóðskipulagi nú á næstunni. Sigurður ræði nú við fulltrúa eldri borgara Sigfinn Schutt. Hvaða aðgerða hyggist þið eldri borgara grípa til, Sigfinnur? Sigfinnur? Já. Sigfinnur, ég var að spyrja þig. Já. Sigfinnur, Sigfinnur, ég er að spyrja þig, Sigfinnur. Já. Það er ekkert að taka við viðtöl við hann lengur, hann er svo ruglaður. Fyrirgefðu, Sigurður, ég var nú reyndar aðeins að spila með þig. Já. Nú? Já, þetta er bara dæmi aðgerðina sem við eldri borgarar ætlum að fara út í. Við ætlum að teygja öll viðtöl og langin þannig að sjónvarpsdagskráin raskist öll og engar tímasetningar standist lengur þannig að nú stendur 1-0 fyrir mig. Já. Ég skil, en þið hafið væntanlega eitthvað fleira í pókahorninu? Já, í pókahorninu, já, ég haldið það. Býta aðeins að finna pókan minn. Þá getið sýndir hvað við erum með í pókahorninu. Já. Sigfinnur, nú ert að spila með mig. Já, reyndar. Nú, það eru nokkru kunningjar mínir staddir hérna hjá mér og við ætlum að setja saman að baráttu hljómsveit eldri borgara. Þetta er alveg megaband. Hlustaðu bara, já. 1, 2 og 3. Við nennum ekki að eldast á elli heimilónum. Það sæmir ekki eldhressum stákvarnum og konum. Við stefnum út í lífið, já hópumst út í hrönnum. Því hér er ennþá þó nokkur bit í fölskum tönnum. Syngjum hæ hó til við nó. Hæ hó og korri ró. Hæ hó og korri ró og gamla gengjum þó. Boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, ay 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 ay, boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka, ay 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 ay. Rennur af stað litli riddarinn, það er náttúrulega ekki rjóður í framan og klár. Já, auðvitað er það lukkulegu með þessum hægum. Stækkur með stálgráa fiðringinn. Já, ég er bara góður til það. Stormurinn gælir við há. Þú kannski ekki alveg nógu hress með þessa lífið, en það er náttúrulega aðeins. Ég fatt að verið leikir svona tveld. Þú stendur þá að tröllum með og reynist vera tröll. Tröll? Hvað áttu við með því, mamma? Ég meint sko kyntröll. Já, svoleiðis að það hefði náttúrulega kannski mátt aðeins koma fram aðeins betur í textanum og svona. Það komst ekki fyrir í línuna. Mamma, hvað er alltaf svona stæla svona? Mamma, nú er bara að gefa allt í bótt, það er ekki spurningin. Að svo mæltu líkur útsendingu stöðvarinnar þessu sinni. Farið þið hægt og hljótt helgina og Guð verið með ykkur. Nei, strákar, ekki þetta, nei, ekki sjóið, Nei, þá verð ég fréttastjóri. Þá verð ég fréttastjóri núna. Það er ég sem á að greina.
brandarakallinn í Kaos. Einu sinni var lítil stúlka sem hét Dórótea. Henni leið ekki vel. Eiginlega leiðinni bara alveg skelfilega illa. Mamma, ég var að pæli því... Ég er alveg óbóðslega mikilvægur Sýndali. Ég er að kaupa ríkisskuldabréf. Pabbi, hvað eru því? Það er sem margt maður að hugsa. Út af með dómarann! Biggi bróði, hvað er það? Hann ekki tröfla með þér að reyna skiptið miði hérna. Þú tröllaður út af það. Ekki vera fyrirtækinu. Nú er ég að byrja upp á því. Ef að aðeins ég kæmist eitthvað burt, eitthvað þangað sem lífið gengur allt létt og smurt. Ef að aðeins ég fyndi annan stað, þar þangað ég myndi flýja og hvað með það. Ég efast ekki að það er einhver staðar ró og nógur tími sem ekki fer í eilíft ráp og óðagot og sjónvarpsgláp og enginn sími. Ef aðeins ég þekkti þennan stað, þangað vildi ég bruna galvösk og renni hlað. Ósköp leiðist mér þetta þras og tuð, þetta kapplaup við tímann, allt þetta karp og suð. Sjónvarpsloftnetið gnæfir líkt og kross, langt að ofan það glottir drottnandi yfir oss. Ég efast ekki að það er einhver staðar ró og nógur tími sem ekki fer í eilíft ráp og óðagot og sjónvarpsgláp og enginn sími. Ef aðeins ég þekkti þennan stað, þangað vildi ég bruna galvösk og renni hlað. Það er að byrja auglýsing í sjónvarpsmarkaði, ég verð að sjá hana. Ég er í miðjum leik, kona! Alveg sama! Ég er bara á MTV á Spice Girls. Nei, komið með þetta, komið með þetta! Sleppið Þú ert eitthvað kvekt, væna mín. Ha, ég? Já, þú. Hvað ert að vilja hér? Ég var bara eitthvað svo leið og svo fikk ég fjastýring í hausinn. Já, þú ert ekki að útskýra það. Þú ert að leita að lífshamingjunni, er það ekki? Jú, ætli það ekki bara? Já, hana finnur hér. Hér í næloninu. Næloninu? Já, hlustaðu bara. Horfðu ekki á grasið grænt, góða, það er ekki kænt. Hér í öllu hastinu, höllumst við að plastinu. Poplín, polyester, plastótið allra best er. Öllu slæm þó við, elsku nælonið.
Nælon flík og nælon skór og nælon frík og nælon bjór því nú það sést. Nælonið best. Nælon siðir, nælon líf og nælon kona, nælon fríð með nælon hest. Nælonið best. Gerfi efnið þó með sandi þekta sem endist miklu skár en þetta ekta. Trekt að svekta, nælon heimur, nælon börn og nælon geimur, nælon börn við nælon pest. Nælonið best. Og sýrfrítt Óslítandi gerist neitt og riðfrítt Lim og limfrítt, nælon mjólk og nælon sleit og nælon fólk sem eflaust veit að fyrir rest. Nælonið best. Nælonið best. Nælonið best. Nælonið best. En Dórótea trúði ekki nælonmanninum. Þess vegna gekk hún ein eftir gullna meðalveginum þar til allt í einu. Nei, strákar, ekki nóg komið að þessu? Nei, Dórótea, þetta ekki sá sem þú heldur. Nú, hver þetta þá? Þetta Davíð, fuglaræða. Davíð, fuglaræða? Já, sá maðurinn. Og veistu bara hvað? Nei. Hlustaðu. Allt ég vildi einkavæða en svo varð ég fuglarhræða með hálm í heila stað. Upp ég ætlað á tindina því ég var svo fyndin, já fólki þótti það. Þvílíkt böl og þvílík mæða vera þessi fuglarhræða sem enginn yrðir á. Bara hausinn ég hristi því ég húmorinn misti, hann floginn mér frá. Hér áður fór ég oft á ógnarkostum, þá tókst allt á loft. Og ef ég gerði grín, það gladdi fólkið meir en klára vín. Enginn vill nú við mér ræða, ég vel sem fuglarhræða, það vill mig enginn sjá. Því að út ég brunnin, ef að opna ég munnin, mér flýja allir frá. Þegar fuglarhræðan heyrði vandræði Dóróteu, sagði hann henni frá brandarakalli sem byggi í borginni Kaos. Ef vandamál hennar væru endalaus leiðindi, sagði hann að brandarakallin myndi örugglega létt henni lund. Og hann ákvað meira að segja slást í för með henni og reyna að endurheimta húmorinn með aðstoð brandarakalsins og þau héldu af stað gullna meðalveginn. Við stefnum beint til Kaos, því brandarakallinn þar. Hann leggur okkur eflaust lið og á við þeim spurningum svar sem heitast brenna okkur á. Við ætlum að sjá hvað hann segir þá. Ó já, ó já, ó já, ó já, ó já. Hann segir að brandara 2 og 3. Já, ekkert smá. Við stefnum beint til Kaos, því brandarakallinn þar. En þau höfðu ekki gengið lengi þegar þau hittu undarlega veru. Sá var búinn að æfa sig svo stíft fyrir vaxtaræktarkeppni að hann hafði fest sig í pósu. Þetta var járnkallinn. Þetta þýðir ekkert. Við verðum að smyrja hann með olíu. Með olíu? Hvað, hann ryðgaður fastur? Já, svona járnkallar lifna við þegar maður smyrð á. Fyrirgefðu. Sérðu ekki ég að æfa? Það keppni eftir nokkra daga og ég verð að ná betri skurði. Já, það nú bara... Sérðu ekki að ég að pumpa? Ætlar ekkert að segja takk? Takk fyrir hvað? Nú við hjálpuðum þér. Ég þarf enga hjálp. Ég járnkallinn. Alveg gott, Patti.
Allt sem þú getur, það get ég gert betur. Ég get það helmingi betur en þú. Ekki satt. Það er satt. Ekki satt. Það er satt. Ekki satt. Það er satt, það er satt. Allt sem á þér, það á mér stærra. 5 sinnum, 6 sinnum stærra en á þér. Ekki satt. Það er satt. Ekki satt. Það er satt. Ekki satt. Það er satt, það er satt. Ég get þannig vöðva, án þess mig að stöðva, alls í 14 tíma. Ég sé að ríma. Ég til stera endalaust. Hvað langt fram á sumar? Nei, langt fram á haust. Ég langt flottastur, flottar en allir. 5 sinnum, 6 sinnum flottar en þú. Ekki satt. Alveg satt. Ekki satt. Alveg satt. Ekki satt. Alveg satt, alveg satt. En Dóróteu litlu leist ekkert á steratröllið. Svo þau röltu sína leið, hún og fuglahræðan. Allt í einu heyrðu þau tónlist. Svo blautir sem minnst, svo blautir sem minnst. Það úrhentis rigning, fyrst á það minnst. Í nöppum hór, þá ekkert slór. Að óast götur og stíga létt spor. Þó við þömbum vort bjór, þó að þömbin sé stór. Áfram þó við kyrjum vort og drykju kór. Og ef okkur finnst, við upphöfum finnst. Við þó blautir sem minnst. Já, það held ég. Við þömbum vort bjór, þó að þömbin sé stór. Áfram þó við kyrjum vort og drykju kór. Og ef okkur finnst, við upphöfum finnst. Við þó blautir sem minnst. Wow! Iss, piss. Halda þér geti dregið mig á fyllir í. Þú ættir nú kannski að gefa því séns. Það sko ekki lausnin á mínum málum. Æ, hvað á ég eiginlega að gera? Ég skal segja þér hvað þú átt að gera, væna mín. Jesus Christ, maður. Það dópdrottningin. Ég sko farin, ég ætla ekki að vera hérna. Það er að skilja mig eina eftir. Já. Tilveran innan tómt puð og örmjó vonin stuð. Og ekkert að gera, ekki ögnum að vera. Nei, elskan mín, þig vantar snuð. Því lífið leiðinda hjakk og langflestir vinirnir pakk. Og foreldra greiinn, svo fúl einhvern veginn, þig færa í nýðþröngan stakk. Bíbab, bíbab, rabbabarja, rabbabarja, dúlúdúdara, dúlúdúdara, skariwa, skariwa. Nei, dúllan mín, fáðu þér dóp. Já, dúllan mín, fáðu þér dóp. Æ, hætt þessu juði, en jafnlað á stuði, þótt jafningjar gefið þér skróp.
Sko hér á ég kitti úr krassandi spýtti og kannski allt sælu með. Og hérna massi af mögnuðu hassi sem mannskapsins léttir geð. Já, dúllan mín fáðu þér dóp. Æ, dúllan mín fáðu þér dóp. Við flugmiða spörum ef saman við förum í flugferð á göldróttum sól. Við svífum á göldróttum sól. Æ, dúllan mín, dúllan mín, dúllan mín, dúllan mín, dúllan mín, fáðu þér dóp. Góðan daginn hér, góðan daginn. Hvað að gerast hér? Þetta lítur út fyrir að vera gjörsamlega algjörlega kólólur og dathæfi hérna. Mikið er ég fegin að þið skildu koma. Hún var að reyna að selja mér dóp. Ég? Varstu ekki búin að segja mér að þú væri einkabarn? Heyrðu, nú ert þú handtekinn, góða mín. Ég? Já, en hún? Hún? Já, nei, við sleppum henni, sko. Hún selur okkur upplýsingar svona dópist eins og þig. Geir, tökum hana hérna. Og lögregluþjónarnir færðu Dóróteu í tukthúsið. Heyri mig nú, piltar. Heyrðu, hver var þetta? Þetta var bara sögumóðurinn. Finnst ykkur eitthvað sanngirni í þessu? Eigið þið ekki að sjá röð og reglu í þessu landi? Jú, það er nú það sem við gerum. Eða eins og segir í kvæðinum. Hér röð og mikil regla, rosalega mikil fjör. Með lögum byggjum við landið vor, léttir og við brögðin snör. Hér röð og mikil regla, rángindinn ei líðast hér. Rétti sinnar gæta þessar gestur þeir og rani, þess vegna fer allt eins og fer. En á meðan löggæslumennirnir sungu og dönsuðu, tókst Dóróteu að laumast burt úr fangelsinu. Þeir höfðu nefnilega gleymt að læsa. Það er ekkert að óttast, við erum bara fjölmiðlamenn. Hvernig var að færi með því í fangelsinu? Varstu lamin mikið? Hvað segir hún? Hver eru þín viðbrögð við meðferðinu á þér? Hver ætlar að kæra lögregluna? Ég hef ekkert málið að segja. Hún segir ekki neitt. Nei, það er bara betra. Þá getum við gert fína frétt úr þessu. Yes! Við gerum mikið úr engu, því allt er hugsanleg frétt. Við snuðrum á sorphaugum og sjáum hrukk og blett. Að gera mikið úr miklu mönnum hlálega létt. Þótt geysi stríð í gúrkutíð, það getur vart kallast frétt. Það er rétt. Fréttir fjármálaströgl finna má víst enn. Halda haldir og tögl, hressir fréttamenn og þeir spá, þeir sjá hvað ég á, hvað ég má. Þessir menn og gera mikið úr engu og mest úr því sem smæst. Við hönnum alla ykkar drauma og ákveðum hverjir fá ræst. Og hvað kemur næst? Hvað kemur næst? En á meðan þessu fór fram var Dórótea komin alveg upp að höll brandarakalsins. Fyrir utan hallarhliðið satt gömul verkalýshetja. Og hvað haldið þið? Haldið ekki það bresti á enn eitt söngnúmerið? Nú er ég alveg hættur á botni í þessu. Gamla gengið, já gamla gengið, sem geymdi aurin en hefur fengið
að kenna á því öllu frá því var Það naut þess forðum að murla saman, af nýtni var það oft grött í framan, nú það lúið og öllu rúið og Sjá hver þeim var þrælað út, brúkna nefinn í tóbaksklút, lif á því sem ekkert aðrir byggðu hallirnar handa sér. Gamla gengið sem gekk engið, ég að tala gamla gengið, ef gengið fellur, þá fellur gengið og Og loksins hitt hún Dórótea okkar brandarakallinn í Kaos. En það urðu sár vonbrigði. Þetta var bara feitur kall með gult hár. Leikinn af Erni Árnasyni. Veistu, finnst þér ég ekkert fyndin? Nei, þú gerir ekkert annað en að reyta þig brandarana. Þeir eru allir upp á bókum og ég er búinn að heyra það alla áður. Veistu, ég held ég viti hvað að þér. Nú? Já, þú ert fílupoki. Ég? Já, þú getur ekki ætlast til þess að aðrir komið þér í gott skap. Nú? Nei, hlustaðu nú. Það finnst ekkert leiðinlegri en leiðinlegt fólk sem lætur sér finnast fátt allt. Það kemur ekkert utan frá sem okkur gleður, líttu nú á, því ef þú setur á innri mannin múl, þá mæðist þú og verður fúl. Viltu skarta á skeifu á vör, þá á skökkum fílusvipur, eða kannski finnst þér það cool að kvein og grenja og vera fúl. Don't be a fool. Nei, lífsgleðin ekki býr í brennivínskút, hún býr ekki í píp eða stút. Þú færð hann ekki frítt hjá mér, þú finnur hana í hjartan á þér. Æ, vertu kátt, gefðu geðinu nú smúl. Það svo vont að vera fúl. Finnst þér ekkert fyndi við þar? Talk to me. Fílusvipnum að velja stað, framan á þér þar sem hann sést. Já, þú meina það, já. Þykir þér vondaskapi best, þykir þér vondaskapi best, þykir þér vondaskapi best. No, sir. Já, en hvað áttu við? Hvað var ekki við? Já. Yfir til þín. Yfir til mín? Já, ekki satt, stelpur. Take it away, girls.